Jæja, komið sæl. Þá erum við komin að æðakerfi hjartans, en það ju þannig að hjartað bara vöðvi eins og allir aðrir vöðvar líkamans, þó að sé aðeins öðruvísi uppbyggður, en það nú þannig að allir vöðvar þurfa súrefnisflæði og næringaflæði og hjartavöðvin ekkert undanskilið því. Og æðarnar sem liggja í kringum sjálfan hjartavöðvan, það þær sem að næra hjartavöðvan, færa þangað súrefni og næringarefni, og þessar æðar kallast kransæðar eða coronary arteries. Síðan eru þarna kransstokkar eða coronary sinus sem taka þá við þessu blóði þegar að það búið að gefa frá sér súrefni og næringarefni, og blóðið þarf svo að losa sig við koltvísýring og úrgangsefni, eða semst vöðvarnir yfir í blóðið úr hjartavöðvanum. Ég kem svo aðeins betur inn á þetta inn á næstu glæru, en þið séu það stendur samop eða anastomosis. Þetta eru æðasamtengingar sem sagt gefa kost á blóðflæði milli samliggjandi æða, og þetta svolítið karakteriserandi fyrir þessar kransæðar. En ég ætla að reyna að teikna það bara aðeins upp. Ef ég teikna einhvers staðar svona þetta þá ein æð utan hjartað, og við hliðin á henni önnur æð. Þær tengjast saman á einn hátt, og síðan skal við sjá annar staðar. Já, við skulum bara tengja saman teikna svona inn á þetta Hérna önnur samtenging, og æðarnar liggja eitthvað upp. Króta ég aðeins í þetta því að það ekki svo mikið pláss. En þegar við öll heyrt kransæðastíflu. Nú ætla ég að ímynda mér að komi kransæðastífla. Kransæðastífla sem sagt þegar það stíflast kransæðarnar, það segir sig svolítið í þessu orði, af völdum til dæmis tappa eða þrenginga sem verða vegna of hás kólesteróls í blóði sem vill safna fitu innan á æðarnar, og æðarnar verða líka stífari og ekki eins teygjanlegar. En ímyndum okkur að koma tappi hér, þannig að það blóð sem þarf sem venjulega rennur það myndi þá reynilega bara fara framhjá þessa leið og svo þessa leið. Þannig að það eru þessir anastomósar sem að skipta svo miklu máli í samt við þetta. Ef að það væri engin samtenging, til dæmis og það væri bara ein beinæð, þá náttúrulega yrði ekkert blóðflæði til þessa svæðis sem hér. En þetta kemur í veg fyrir að það stöðvist algjörlega blóðflæðið. Það vill þó gerast að blóðflæðið stöðvast algjörlega og hjartavöðvin skemmist, og í versta-falli þá stöðvar hjartað. Ef við skoðum þessar glæru, þá sjáum við þarna rauðu æðarnar. Það eru kransæðarnar sem sagt slagæða megin. Þessar æðar rennur súrefnisríkt blóð og til hjartavöðvans alls staðar, og það blóð fer svo tilbaka þá þessar bláar. Ég fann ekki neina aðra mynd þar sem að bláaðarnar eru sýndar svona skýrt, eins og ég sjáðu undir liggur slagæðarhluti, og niður og tilbaka liggur það bláaða hlutin. Og þetta stykki eða þessi hluti bláaða kransæðana heitir kransstokkur. Í hann sjáðu það safnast, þessar bláæðar allar safnast í þennan stokk, og hann opnast svo inn í
hægri gátt hérna. Þarna horfum við á hjartað aftanfrá og þetta hægri gátt. Við sjáum æðin liggur bara hérna við og blóðið sem tæmist hérna í hægri gátt. Ég teikna, ég ætla að sýna ykkur hérna aðra mynd þar sem ég skal sýna ykkur hvernig þetta opnast þarna inn í hægri gátt og eins hér á þessari mynd hvar kransæðarnar í rauninni hvaðan blóðið fer inn í kransæðarnar, en það blóðið sem sagt kemur úr vinstri gátt upp í ósæðina og rétt fyrir ofan ósæðarlokuna sem liggur þannig í botni ósæðarinnar, þar opnast liggja þessar kransæðar út til hjartans. Sýn ykkur þetta hérna, ég held að séu með aðra mynda sem getum sýnt ykkur þetta aðeins betur. Sko við sjá opnast gæti kannski sýnt ykkur það svolítið hérna, en sem sagt hérna þá ósæðarlokan hérna, veist, og út úr henni liggja ekki út úr lokunum fyrirgeð, út úr aorta eða ósæðinni sem liggur hérna liggja tvær pínu litlar æðar hérna. Sjáum þetta svo betur þegar við teiknum inn á sjálfa ósæðin og merkjum inn á hana í næsta kafla, kafla 16 hérna, liggur annur hérna hinum með frá og blóðið sem kemur þá hérna frá lungunum hérna lungnabláæðarnar hérna, með súrefnisríkt blóð báðum megin hérna inn í vinstri gátt, hérna. Það fer niður hérna í vinstra hvolf og dælist út til líkamans leið og lokurnar hérna skella aftur, þá verður sem sagt ákveðið flæði af blóði hérna inn og þetta náttúrulega stöðugt að gera, þannig að það stöðugt flæði hér, en að þarna liggja svona kannski örlítið meira niður heldur ég teikna þær, þannig að það verður ekki eins mikill þrýstingur inn í þar eins og ef þær myndu að liggja upp hérna svona hérna. Þá myndi það blóð sem kemur hérna fara inn í þær á svo miklu þrýstingi að þær myndu varla þola það, þannig að það liggja niður og blóðu svona rennur nokkuð áreynslulaust hérna niður og svo náttúrulega út til líkamans. Bláæðameðin, þá kemur eins og þau vitið blóð frá neðri hluta líkamans og efri hluta líkamans, súrefnis snautt blóð inn til hægri gáttar hérna. Í hægri gátt aftan til hérna, sést ekki á þessari mynd, þá eru þarna smá opnun hérna úr þessum kransæða stokki sem við sáum þarna á hinni myndinni, bláæða stokknum. Þannig að við sjáum hérna súrefnisríkt blóð fer út til hjartavöðvans, kemur tilbaka, safnast í kransæða stokkin og flæðir hérna inn í hægri gátt og blandast bara því blóði sem kemur hérna frá líkamannum og engin munur á því blóði og fer hér áfram. Ég ætla að hoppa hérna aðeins aftur eins og sjáum við hérna þarna var sem sagt þetta sem kemur frá ósæðinni og hitt hérna sem kransæða stokkurinn og hægri gátt sem við sjáum þá þarna annar sjónarhorn þarna. Ég ætla að hoppa hérna aðeins aftar því það tengist þessari kransæðanum nokkuð vel. Við erum búin að leiðslukerfi hjartans í öðrum kafla, næsta kafla á eftir. Förum hérna eiginlega held ég bara þetta semst síðasta glæran í þessum kafla. Sjáu þið hérna, þetta eru semst kransæðarnar, þetta mynd af þeim hérna unnið sem liggja hérna utanum og við öll höfum við heyrt kransæðastíflu. Þetta algengur hjartasjúkdómur sem tengist ákveðnum áhættu þáttum, semst aldri, erfðum, reyking og mataræði, þannig að við getum haft talsverð áhrif á þetta. Sömuleyti getum við ekki haft áhrif og aldri,
lítil áhrif, en reykingar og mataræði eitthvað sem að við getum stjórnað sjálf. Reykingar hafa mjög neikvæð áhrif á þetta, semst ýta undir söfnun fitu innan á æðarnar, ýta undir það að líkaminn, að þessi hærra af slæma kólesterólinu í líkamanum hérna, LDH heitir það, og sama gildir með mataræði. Við getum borðað mikið af harðri fitu og transfitum og svoleiðis sem að ýta undir þetta, og við getum líka borðað mikið af góðu olíunum sem að ýta undir framleiðslu góða kólesterólsins, og það kemur í veg fyrir þessa söfnun, vinnur á móti þessari söfnun. Stundum getum við reynt allt og gert allt sem við getum, haldið þessu svona nokkurn veginn í skefjum, en því miður þá hafa erfðirnar líka eitthvað að segja. Þannig að maður sér þetta svolítið í ættum, en alls ekki eitthvað sem hægt er að vinna gegn og svona koma í veg fyrir. Nema hvað, hérna sjáðu þið sem sagt, þið munið hérna í fyrsta kaflan þar sem ég talaði embóli, að blóðtappa sem að fer á stað, eða semst embóli eða hérna svona blóðreka sem fer á stað og festir sig annars staðar. Hérna til dæmis væri, þetta hérna er ægilega fín æð, alveg hrein og fín, ekkert mál fyrir svona lítinn blóðreka eða tappa að hérna komast leiða sínar, það er ekkert sem að hindrar hann í því og það verður engin stífla. Hérna aftur á móti tappi hérna sömu stærð, eða blóðreki sem fer á stað, allt í einu þá kemst hann ekki lengur og stöðvast hérna. Þetta er bara þrenging, þannig að þarna er orðin kransæðastífla. Hérna sést þetta á þessari mynd. Hérna segjum sér svo að þið geta ímynda ykkur, hérna er nú til dæmis stóru æðarnar og lítill tappi, hann fer hérna og safnar utan þessu smám saman, hún tekst einhvern veginn og komast í gegnum lungun og er komin hérna inn og er alltaf svona í stærri kantinum, en þó ekki svo að hann stöðvist neins staðar. Svo komum við hérna í þau muni, hérna fer blóðið í gegnum hjarta upp í aorta út til kransæðana, og allt í einu þá eru æðarnar orðnar svo smáar. Þið séu að þessi er voðalega stór hérna, þessi er svakalega stór, á meðan æðarnar, kransæðarnar, þær eru bara örfínar og liggja hérna utan í hjarta. Þannig að ef við tegnum þetta svona eins og þetta væri nú samliggjandi æð hérna, svona, sjáðu, að þá er tappi sem er svona stór, hann fer hérna áfram, svo allt í hennu stöðvast hann. Segjum svo að hann stöðvist hér í þessari æð sem er þarna þessum hluta kransæðarinnar. Þá sjáu þið, allar þessi hluti hjartans, hann fær ekki súrefni og næringarefni, og þetta sýnir hérna, þið séu pínu svart hérna, þetta er á að tákna hjartavöðvan, það sem er komið er drepi í hann má ekki með miklu súrefnisskorti hjartavöðvan, þá kemst drepi í hann. Þannig að þeim er stærra sem þetta svæði, ef þetta hefur nú verið hérna meira, þá hefði það verið allt þetta svæði og jafnvel stærra, sem þýddi það að allt þetta svæði hjartans myndir hreinlega drepast. Þetta er ansi stórt svæði, þannig að hérna myndi væntanlega að þýða hjartastopp. Þannig að þetta er það sem gerist, þetta er það sem heitir kransæðastíflur. Svo geta þær gerst eins og hér, og þegar kannski heyrt angína og fólk sem er að taka sprengitöflur. Hérna er komin þrenging, og allt eftir því á reynslu og öðru að þá eru æðarnar að dragast saman og víka út og svona, og það er komin þrenging hérna, mögulega komin smá þrenging hérna á móti. Ef að æðin myndi nú dragast örlítið saman, þá myndi
blóðflæði stöðvast tímabundið og fólk fær hjartaverk og þetta svo kallaða angína þar sem það kemur verkur fyrir brjósti og jafnvel verkur út í háls og svoleiðis sem er viðvörunar merki það að maður þurfi að láta skoða í sér æðarnar svolítið og grípa inn. Sumir eru með króníska verki, angínaverki þar sem æðarnar að draga saman og reglulega og taka þá svo kallar sprengitöflur sem þær virka þannig að þær víkka aðeins út æðarnar. En svona tímabundið, svona rétt á meðan að þessi áhrif þrengingarinnar vara, svo bara víkka hann aðeins út og verkurinn fer og það er bara leið og fólk hendur í sig svona sprengitöflu. Þetta vist til í spreyi líka og gerist þetta bara strax. En virknin er líka mjög fljót að fara þannig að sumir þurfa að taka sprengitöflur á og til alltaf. Í slæmum tilfellum þá getur maður þurft að gera til dæmis bypass, það sem að leitt er framhjá, það eru tengdar æðar til dæmis héðan og framhjá og settar annars staðar, þannig að þessi stíflað og ónýta æð hún bara visnar, en í staðinn er sett önnur æð til hliðar. Þannig að skal við sjá að reyna að henda út þessu en ég svona sjáðu ef að sko kíkja aðeins betur já, þá myndi til dæmis æðin vera tekin hluti úr æð í fótlegg og hún væri tengd við kannski þetta réttar, já, segjum það þessar æðar væri allar ónýtar, þá myndum að setja nýja æð sem kemi og svo myndum að festa hana við einhverstar annars þar, þannig að blóðið færi bara fram hjá og myndi þá næra þennan hluta vöðvans sem að þessi æð hefði annars átt að gera. En þá er þetta komið hér og í næsta þætti ég læt þetta duga með þennan þátt, þannig að þið getið hoppa svolítið skoða smá í einu, en næsti þáttur er þá leiðslukerfi hjartans sem er hjartans eigið taugakerfi.